En við hefjum leikinn á bílaverkstæðinu og partasölunni Bílar og partar í Njarðvík. Hittum þar hana Rakel Heiðarsdóttur. Bílar og partar eru líklega með þeim þrifalegustu bílaverkstæðum á landinu án þess þó að við höfum eitthvað fyrir okkur í þeirri staðhæfingu. Verkstæðið er rekið af kvenmanni sem segist leggja mikið upp úr því að hafa allt í röð og reglu. Það spari tíma fyrir þá sem vinna á verkstæðinu þegar þeir þurfa að finna varahluti og sparar í leiðinni fé fyrir viðskiptavini. Rakel Heiðarsdóttir heitir daman og er 46 ára gömul. Víkurfréttir kíktu í heimsókn enda saga til næsta bæja þegar kona á og rekur bílaverkstæði, partasölu og smurrstöð. Eru viðbrögð viðskiptavina einhver önnur þegar kona er við stjórnvölin á bílaverkstæði? Já, það var bara gott dæmi í morgun. Þegar það komið inn hérna og ég sitt í afgreiðslunni og ég spurð hvort það sé ekki eitthvað hérna sem maður getur svarað samt í bíla. Spurði bara hvort það sé eitthvað að mér. Og þá náttúrulega fara margir yfirleitt alltaf í mínus, nei, ég meinti það nú ekki þannig, sko. En ég get svarað öllum spurningum, flest öllum. Öllum sem við kemum varahlutum og hvað er til hérna og hvað við gerum og já, nema að fara út ykkur flóknar aðgerðir þá getur kannski ekki svaraði. En þá bara erum við menn í það. Hvers konar starfsemi, getur lýst starfseminni hérna fyrir okkur? Við erum aðalega verkstæði. Við erum með Mobility smurrstöð, mjög fína smurrstöð. Við flytjum inn varahluti og við erum með notaða varahluti, rífum bíla. Svo fjölþætt, alltaf nóg að gera. Og er stuðustemming alla daga, ef ég spyr? Ég myndi segja það. Mér er stundu sagt að fara að hætta að tala. En það er nóg að gera, stuðustemming, já, alltaf gaman að vinni. Hvernig er að vera með varahluti? Einhvern veginn í mínum huga, þá finnst mér þetta að vera svolítið þungt og flókið. Hvernig er að vera með rekstur þar sem að þú ert að selja nýja og hvað eldri varahluti? Þungt og flókið. Þetta lærist. Hvernig er skipulagið? Mjög gott. Kannski, bara mjög gott. Ég veit nákvæmlega hver hlutur er. Þetta er allt í tölvu, þetta er allt í bók og allt sömu hlutin á sömu stað. Þannig að þú ert ekki að leita innan inn og bara ferða á þann stað sem þetta er geymt og þá er það þar. Bara, mjög skipulagt, enda tíminn er peningar. Þú svaraði eiginlega spurninginu skemmtilega því að ég var einmitt búin að ímynda mér að þegar maður er með varahluta verkstæði og versluna þá sé ég fyrir mér einhverja kalla sem eru orðnir svolítið svartir í framann og þeir fara og grúska eftir varahlutum. Jú, ég fann hérna þetta, þú veist, þetta er eiginlega ekki þannig hérna, þetta er eiginlega meira skipulagt. Þetta er mjög skipulagt, já. Það þarf ekki að grúska eftir einu en einu hér. Þetta er alltaf sínum stað. Í sinni hillu, ef það eru margar hillur. Þú ferð út í gám og það er hilla með öxlum. Þú ferð bara í hillu 3 og það vantar volsökan cutting. Það er allt volsökan. Og já, allt eftir því. Og framstöður, ég veit nefnilega hafa þetta aðeins erfiðara. Mig vantar framljós á Yaris 1999. Minnst mál, það er hann upp í hillu. Merkt Toyota Yaris. Ein hilla bara Toyota Yaris. Hvernig verða gamlir varahluti til á lager hjá þér? Stundu kaupum við bíla á uppboðum sem eru þá klestir eða bílaðir. Oft kemur fólk hérna bara með bíl sem það vill losna við og þá kaupum við hann fyrir kannski aðeins meira en skilagjaldið og svo er hann bara strípaður og það er bara tekið það sem er heilt og getur séð eitt af með. Við erum búin að búa til form hérna. Svo erum bara tekin inn. Það sem við notum úr exum við. Við erum búin að búa til merki á það. Og svo erum bara, tæti niður, setjum þetta svona borð, það sem kemst á borð, vélarnar og annað hérna. Þetta exum við í merkjum. Þetta er búið plast alls saman, svo það er engin séns að það fari af þessu nafni. 3. tilraun tókst þetta. Svo bara gengið frá hlutum og svo restina af bílnum hent og fargað. Og hvað ertu svo að flytja inn nýja varahluti eins og maður kallar það? Já, við erum með stuðara hérna til dæmis. Við flytjum inn mikið af ljósum, afturljósum, framljósum, tókljósum. Við erum með rúðu uppalara, mikið, spegla og bretti. Hvað áttu varahluti í gamla bíla? Hvað ferður langt áttur cirka?
Við getum farið í 90-91. Algengt að bíleigendur séu að koma að biðja um það? Nei. Ef það eitthvað spes og maður veit að þetta eitthvað eftirsótt, þá heldur maður í það. En ekki mikið að því. En ef það orginalpartar eða eitthvað svona spes, þá gefur maður veit að það er verðmæti. Þannig að það hellingur að fólk sé að koma í dag, bíleigendur, og vantar þessi þjónustu og vantar varahluti í eldri bíla. Það ekki allar á nýjum bílum í dag? Já, heldur betur. Við erum að fá 100-150 fyrirspurnar á dag partasölu.is. Mikið selt gegnum það. Eins líka samband beint við okkur. Þar getur inn á partasölu, getur séð hvaða bíl er að vera að rífa á hvaða vegstæði. Og eins og þá við eina á Suðurnesjum sem er inn á þessari síðu, eina skráða partasölu. Já, fólk að leita sér á útrúlega hlutum. Það vil halda í gamla bílinn, stundum oft tilfinningagildi, en ég meina fólk ekkert allar á nýjum bílum. Hefurðu mikinn áhuga á bílum? Ertu með bílatal? Já, pínu. Sérstaklega núna þegar maður fór svona meiri í þetta, þá finnst mér gaman svo flottan bíl. Hreinan bíl. Hvernig finnst þér svona almennt vera bara hérna á Suðurnesjum? Mikill bíla áhugi hérna? Já, ég myndi segja það. Það það. Flotti bílar og metnaður. Já, ég myndi segja það. Áttu draumabíl? Já. Segðu okkur. Nían X5. BMW. Færðu BMW hérna inn? Til viðgerða? Mjög sjaldan. Kannski bara svona viðhald, ekkert annað. Bara þetta venjulega, smurum. Ekki mikið bílar, nei. Hvað eru margir að vinna hérna? Ertu bara einn? Nei, við erum hérna 3 og svo góða mann þarna sem kemur eftir vinnu og pabbi hérna yfirleitt nema til hleypandi Kanarí. Þannig að við erum föst svona 3. Þetta hérna náttúrulega bara svona fallega konur. Já. Og svo datt ég niður á. Þarna komum við með það. Þarna komum við með það. En ég sagði svo stoppið að hafa þetta á baði. Ég held það bara hérna fyrir framan. Sjálfsagt þetta bara fallega konur, ekkert að því. Þetta aukavinnan þín, ertu að koma að hjálpinni eða? Já, ég er bara að koma að hlýða. Þú ert bara að koma að hlýða. Þú ert einn af köllan sem stjórnar þess. Já, þetta er bara hennar. Hvernig hún að standa sig? Það er ótrúlega vel, sko. Bjóst aldrei við þessu svona. En þetta er búið að taka á. En afvarasturinn líka alveg rosalega hjá henni, sko. Það er alveg. Konur eru oft sagðar vera samviskusamar en karlar og svona jafnvel skipulaðari. Á það við í bílageranum? Herðu, já, þetta er bara víst bráðsmitandi. Það er bara svoleiðis, sko. Ég kemst alltaf út hérna sjálfur bara nema að ég byrja að sopa, sko. Og skipulagið og allt saman og ég gæti ekki hugsað mér að fara 2 ára aftur í tíman og koma þetta aftur inn, sko. Getur eiginlega ekki ímyndað sér að þetta sé líka bílapartasala, það eru alltaf svo skítuvar eða ekki? Þetta er svo snirtilegt allt hérna. Akkur þarf að vera sama sem merkja á milli verkstæði og skítu og drullu. Við fórum nokkri dagar í það þegar hún byrjaði að þrífa hurðar hérna bílinn sem vorum að rífa. Þetta skildi ég ekki. En núna get ég ekki gengið frá hurðina án þess að þrífa hana. Nei, þetta er líka bara, þú veist, og líka láta frá sér varahlut, eins og þessu tilfelli. Þá varum við að setja út á það að ég eyddi korter í því að þrífa hurðarnar ekstra vel áður en ég sendi þær í burtu. Mér finnst þetta bara eitthvað, ég var að taka við hlut, ég var að kaupa varahlut, að fá hreinan og þó að það kosti mig 10 mínútur að vinna og pínu sápu, þá myndi ég vilja freka fá hann svoleiðis. Og þetta er bara bráðsmitandi. Bara geta farið síðan og náði hlut, ég veit að hafa búið að þrífa hlutin áður við göngum frá honum, bara fara strax upp og náði hann ef okkur vantar spegil, þá þarf ég ekki að fara upp og náði hann með tusku í hendunum til að þrífa hann á leiðinni niður til að sýna. Þetta er svo meika bara miklu meiri sens. Þannig að þó maður sé að kaupa notaðan varahlut, þá fær maður hann hreinan og fína frá þér. Sjálfsögðu, já. Sjálfur sem að hvað það er. Þú tekur og þrífur allt hann á tórana og bara allt. Það er bara svo leiðis. Er hún dugleg að bóna? Ég verð nú eiginlega að taka það að mér, sko. Ég verð nú eiginlega að eiga það, sko.